Þegar við ætlum í fallhlífastökk, hoppum út úr flugvél, þá togar þyngdarkraftur jarðarinnar okkur niður. Hlutir í frjálsu falli hafa ákveðna þyngdarhröðun, þar að segja, þeir auka hraðan á leiðinni niður. En eftir því sem auka hraðan í aðstæðum þar sem loft, eins og í andrúmsloftinu í okkur, þá rekust við hraðar og hraðar á loft. Gæinn hérna hoppar út og það hraðaaukning. En út af árekstrinum við andrúmsloftið, þá minnkar þessi hröðun. Hann eykur ekki hraðan endalaust heldur, hann hægt og rólega fer að ná það sem við kallum jöfnum hraða af því að andrúmsloftið stoppar hann í að auka hraðan, vinnur á móti þyngdarhröðuninni og það heitir lokahraði. Síðan opnar hann fallhlífina, þá eykst viðnámið og þá verður hraðaminnkun, þangað til hann fellur aftur með nýjum lokahraða sem minni en lokahraðin áður af því að það meiri loftmótstaða. Í frjálsu falli þá get ég stýrt pínlítið hver lokahraðin minn með því ef ég gerir bara svona og eyk yfirborðið mitt þá náttúrulega ég að rekast á loftið meira og þá ég með minni lokahraða heldur en ef ég kreppi mig saman. En allir hlutir þar sem á loftmótstöðu gætir hafa ákveðin lokahraða en það fer eftir massa þeirra og lögun hver sá lokahraði